Samkeppniseftirlitið hefur til rannsóknar hugsanlegar samkeppnishindranir í heilbrigðiskerfinu og hvernig staðið var að samningum hugbúnað sem ríkið hefur greitt milljarða fyrir. Enginn hafði látist hér á landi vegna bólusetninga þar til í fyrra þegar 4 andlát voru skráð. Landlæknir segir málið sérstakt og hefur sett af stað óháða rannsókn á skráningunni. Samfylkingin og Viðreisn eru stærstu flokkarnir í könnunum dagsins þegar 1,5 sólarhringur er þar til kosningar hefjast, þótt fylgi beggja hafi minnkað. Lokasprettur kosningabaráttunnar er hafinn. 1 milljón Úkraínubúa var án húshitunar í dag, nú þegar hiti mælist við frostmark víða í landinu. Úkraínuforseti segir loftárás Rússa á orkuinnviði í nótt vera fyrirlitlega. Viðbragðstími sjúkra- og brunabíla vestast á höfuðborgarsvæðinu er nærri 2-falt lengri en æskilegt er vegna umferðarþunga. Bæjarstjóri Seltjarnarnesbæjar segir öryggi íbúa ógnað. Komiði sæl. Samkeppniseftirlitið hefur tekið til rannsóknar hvernig staðið var að samningum umdeilt sjúkraskrárkerfi í heilbrigðiskerfinu sem kostar ríkið 100 milljóna á hverju ári. Lögmaður sem gætir hagsmuna nokkurra heilbrigðistæknifyrirtækja segir útboðsmál hafa skapað bæði vantraust og tortryggni gagnvart hinu opinbera. Samkeppniseftirlitið er með þessu að bregðast við kvörtunum og ábendingum sem borist hafa á liðnum árum tilhugun hins opinbera í uppbyggingu og þróun hugbúnaðarkerfa í heilbrigðis- og félagsþjónustu. Í skriflegu svari frá eftirlitinu segir að ábendingarnar lúti að því hvernig heilbrigðisyfirvöld stóðu upphaflega að samningum þessi kerfi, hvernig þau hafi síðan verið þróuð áfram og samkeppnishindranir sem þetta kunni að hafa leitt af sér. Þetta á meðal annars við hugbúnaðarkerfið Sögu sem er stærsta og útbreiddasta kerfið í heilbrigðiskerfinu. Það er í eigu Helix Health EHF sem er dótturfyrirtæki Origo. Nýsköpunarfyrirtæki í heilbrigðisgeiranum hafa lýst því að enginn komist að borðinu á meðan embætti landlæknis segir milljarðaviðskipti við einn tiltekinn aðila. Það virðist vera einrómur meðal þeirra nýsköpunarfyrirtækja sem ég hef aðstoðað í gegnum árin að þeim er annarkvort gert erfitt vik eða hreinlega meinað að tengjast þessum stóru kerfum sem eru þegar fyrir og eru í eigu einkaaðila á markaði. Karakonnekt er á meðal fyrirtækja sem kvartað hafa undan embættisfærslum landlæknis, meðal annars til eftirlitsstofnunar EFTA. Lára Herborg gætir einnig hagsmuna heilbrigðisfyrirtækjanna Intuens, Greenfit, Leviosa og Skræðu. Og auðvitað hefur skapast vantraust og tortryggni meðal fyrirtækja þegar eina leiðin til þess að komast inn á markaðin er að veita stóra keppinautunum á markaði upplýsingar til þess að geta tengst kerfunum. Í svari Samkeppniseftirlitsins segir að fleiri kvartanir og ábendingar hafi borist á liðnum misserum sem tengist samningum hins opinbera við hópa sérfræðinga á heilbrigðissviði sem sömuleiðis séu til rannsóknar. Ein slík ábending varðandi sjúkraþjálfara barst nýlega en ekki hefur verið tekin ákvörðun meðferð hennar. Enginn hafði látist af völdum bólusetninga hér á landi frá upphafi skráninga þar til 4 létust á sama hjúkrunarheimilinu í fyrra. Landlæknir segir aukaverkanir vegna bólusetninga vægar og sjaldgæfar. Ef ekki hefði verið ráðist í fjöldabólusetningu hefðu mun fleiri látist. Embætti landlæknis hefur til skoðunar 4 andlátsskráningar af völdum COVID-19 bóluefnis. 4 slík andlát voru í fyrsta sinn skráð í dánarmeinaskrá í fyrra af sama lækninum. Það bárust tilkynningar þessi andlát til Lyfjastofnunar sem er rétta leiðin til að tilkynna aukaverkanir og í kjölfarið voru þessi andlát skráð sem orsökuð af COVID-19 bólusetningu. Hún segir aukaverkanir vegna bólusetningar sjaldgæfar og þetta séu fyrstu andlát sem nokkru sinni hafi verið skráð hér á landi sem rekja megi til bólusetninga af hvaða tagi sem er. Það er auðvitað sérstakt en hvað sem því líður þá er þetta auðvitað eitthvað sem þarf að skoða nánar. Er svo auðvelt að finna dánarorsök? Hvernig geta menn komist að því að það sé sökum bólusetningarinnar? Já, læknum er treyst til að meta dánarorsök. Og það er auðvitað ýmislegt sem getur komið þar inn í. Stundum er gerð krufning og það er þá yfirleitt bara hreint og klárt hvernig það varð, en það er auðvitað ekki alltaf. Embættið hefur óskað eftir frekari upplýsingum frá umræddum lækni, en þau látnu bjuggu öll á sama hjúkrunarheimilinu. Vekur það ekki upp spurningar að þetta er allt skráð af einum og sama lækninum?
Það eitthvað sem að óhægir sérfræðingar munu skoða þetta. Það þarf ekkert endilega að vera, ég ætla ekki að fara út í það hér. Þetta líka óvenjulegt erlendis. Það hafa ekki margar hvorki tilkynningar eða hvað þá að það hefur verið sagt sem orsök andlátsins verið tengt við bólusetningarnar í COVID-19 í öll þessi ár. Ef ekki hefur verið bólusett hér eins og var gert, þá hefðu mun fleiri látist heldur en gerðist. Kjarasamningurinn sem læknar undirrituðu í nótt felur fyrst og fremst í sér betri vinnutíma, segir formaður Læknafélagsins. Hún telur að breytingin eigi eftir að ýta undir mönnunarvanda. Hún er ekki eftir að ýta undir mönnunarvanda, heldur vinna gegn honum. Kjarasamningar lækna voru lausir í tæpa 8 mánuði frá 1. apríl og þar til 2 síðastliðna nótt. Formaður Læknafélagsins vill ekki greina frá smáatriðum fyrr en samningurinn hefur verið kynntur. En segir öll helstu markmið hafa náðst. Samningurinn taki mið af ólíkum störfum lækna. Fyrst og fremst felst því þessum samningi betri vinnutími og inn í betri vinnutíma eru þetta 36 tíma vinnuvikan sem við höfum barist fyrir lengi og ekki fengið. Þetta var upp á borðum 2020 þegar aðrar heilbrigðisstéttir fengu styttingu vinnuvikunar og betri vinnutíma og þá var það ekki til umræðu fyrir lækna, það þótt og flókið. Þannig að við náðum þessu gegn núna með bara mjög mikilli elju af hálfu ríkissáttasemjara og hans fólks sem að þekkir þetta umhverfi vel og stóð svona svolítið við bakið á okkur í að koma þessu flókna verkefni í gegn. Samningurinn verður kynntur í næstu viku og þá tekur við atkvæðagreiðsla. Verði hann samþykktur taka breytingar á vinnutíma gildi 1. apríl á næsta ári. Það kannski svona smá mótsögn í því einhvern veginn ætla að fara að stytta vinnutíman en á sama tíma tækla manneklu og álag sem henni fylgir. Hvernig það hægt? Það eru umbætur og innleiðingarferli sem að þarf að vera mjög vandað til þess að við reynum með virkum hætti að létta verkefnum af læknum sem sannarlega geta verið annar staðar, draga úr sóun í okkar störfum, tvíverknaði og öðru sem við höfum lengi kvartað yfir sjálf. Og þetta bakað inn í rauninni betri vinnutíman og það verður að fara í þessa vegferð og læknar verða að vera með í henni og því samtali. Töluvert stór hópur lækna hafi minnkað við sig vinnu vegna álags. Betri vinnutími geti því unnið gegn mönnunarvanda. Og þetta til dæmis myndi gera það að verkum að þetta fólk gæti aukið við sig starfshlutfall, fengi þá betri laun fyrir sama vinnuframlag, þannig að við erum líka að sjá fyrir okkur það að við getum fengið fólk í meiri vinnu og líka þá náttúrulega af því að starfsumhverfið verður sjálfkrafa meira aðlaðandi við þessa breytingu. Pilturinn sem stakk 17 ára stúlku til bana á menningarnótt er ákærður fyrir manndráp vegna morðsins á henni og einnig 2 tilraunir til manndráps. Fyrir að hafa stungið 2 önnur ungmenni í sömu árásinni. Ákæra á hendur piltinum sem er 16 ára var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. 5 ungmenni voru í bíl í miðbænum þegar pilturinn réðst á þau. Pilturinn er krafinn miskabætur fyrir samtals 55 milljónir króna. Flokkur fólksins og Framsókn bæta við sig fylgi í skoðanakönnunum dagsins, fylgi Miðflokksins minnkar og Vinstri græn ná ekki á þing. Samfylkingin er áfram stærsti flokkurinn og Viðreisn næst stærst. Eftir það bil 38 klukkustundir verður gengið að kjörborðinu. Í dag var kynnt á Bylgjunni ný könnun maskínu og mbl.is ný könnun prósents. Báðar kannanir sýna svipaða þróun. Framsókn og Flokkur fólksins bæta við sig fylgi en Miðflokkurinn dalar og það á líka við Viðreisn og Samfylkinguna sem er með 21,8% í könnun prósents og 20,4% hjá maskínu. Viðreisn er með 17,6% hjá prósenti og 19,2% hjá maskínu. Hjá maskínu stendur Sjálfstæðisflokkurinn í stað með 14,5% en bætir við sig 3% og fær 14,7% í könnun prósents. Framsókn mælist með 6,4% hjá prósenti og 7,8% hjá maskínu og Flokkur fólksins fær 11,2% í könnun prósents og 10,8% hjá maskínu. Miðflokkur fær 11,6% hjá maskínu og 12% hjá prósenti. Vinstri græn fá 3,4% hjá prósenti og 3,7% hjá maskínu. Píratar fá 5,4% hjá maskínu og 5,5% hjá prósenti og Sósíalistaflokkurinn fengi 5% hjá maskínu og 5,8% hjá prósenti. Haukur Hólm, það er bara 1,5 sólarhringur til kosninga og samkvæmt þessum könnunum þá stefnir í gríðarlega spennandi kosninganótt. Það gerir það. Það er ákveðin samhljómur með þessum könnunum þó að fylgi sé mismikið á milli þeirra en þá getur maður séð alveg ákveðna tilhneigingu og við sjáum að það þarf mikið til að Vinstri grænir til dæmis nái manni inn á þing en sósíalistar og píratar þeir svona eru að dansa þarna á þröskuldunum og Framsókn og Flokkur fólksins verast vera svona kraftur í þeim núna svona lokametrunum. En ef þetta verður niðurstaðan þá
gæti stjórnarmyndun orðið dálítið flókin því að það engin tveggjaflokkastjórn eins og þetta lítur út þarna og ekkert rosalega margir möguleikar hvað þryggjaflokkastjórn varðar. Og auðvitað stórtíðindi ef að Vinstri grænir ná ekki inn á þing flokkur fyrrverandi forsætisráðherra. En það vonir það ekki á fleiri könnunum áður en að kjörstaðir opna, ekki satt? Jú, við erum með Gallup-könnun á morgun hér á RÚV og svo maskína með nýja könnun annað kvöld líka. Já, en svo við bara sjáum hvernig leiðtogaflokkana og formenn þeir eru út allt á útopnu örugglega þá hvernig kjörstaðir opna, ekki satt? Jú, það er unnin yfirvinna í þessum bransa núna og það er leiðtogakappræður á mbl.is í dag og svo Stöð 2 núna og svo lokasperturinn hjá okkur RÚV annað kvöld og þá má gera ráð fyrir að formenn flokkana og frambjóðendur allir séu núna bara við það að sópa upp síðustu atkvæðunum og hylla síðustu kjósenduna. Nákvæmlega lítill tími til stefnu og hann þarf að nýta vel. Takk fyrir þetta, Haukur Hólm. Og við förum til útlanda. Rúm 1 milljón Úkraínumanna var án rafmagns í morgun eftir að Rússar gerðu loftárásir á orkuinnviði landsins. Hiti mælist frostmark þessa dagana og langflest hús í Úkraínu eru kynnt með rafmagni. Rússlandsher segist hafa skotið 90 eldflaugum á loft og 100 drónum. Enginn virðist hafa verið drepinn en einhverjar skemmdir urðu á heimilum fólks eins og hérna í Sjostka í norðurhluta Úkraínu. Соседки у девочки окно полностью вылетело. Там ребенок маленький, годика нету. Vladimir Putin, forseti Rússlands, segir að ráðist hafi verið gegn hernaðarlegum skotmörkum en yfirvöld í Úkraínu segja að einnig hafi verið ráðist á borgaraleg skotmörk. Forseti Úkraínu segir að klasasprengjur hafi verið notaðir í árás sem hann segir fyrirleitlega. Putin segir árásuna svar við árásum Úkraínumanna með vestrænum langdrægum eldflaugum. Эти удары с нашей стороны состоялись также в ответ на непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетами «Атакамс». Как уже говорил неоднократно, с нашей стороны ответ всегда будет. En Rússar og Úkraínumenn nota mismunandi langdrægar eldflaugar. Bandarískar ATACMS eldflaugar sem Úkraínumönnum hefur verið heimilað að nota draga jafnan 300 km, nóg til að gera árásir inn fyrir víglínuna. Rússnenskar Oresnik eldflaugar draga aftur á móti alltaf 3000 km eða tífalt lengra. Þeim var daginn skotið á loft héðan frá Astrakhan, borg nærri landamærunum að Kazakstan, en væri þeim skotið frá, segjum, Moskvu, væri svo að segja öll Evrópa í skotfæri. Rússlandsher notaði ekki þessar eldflaugar í nótt, en Putin segir að þær verði notaðar síðar. Verið sé að fjöldaframlega Oresnik eldflaugar til nota í Úkraínu og þær eru mjög öflugar. Сопоставимо с температурой на поверхности Солнца. Вот кинетический удар, мощный удар, это как метеорит падает. Koma þarf upp bækistöð fyrir sjúkra- og slökkvibíla á Seltjarnarnesi að mati bæjarstjórans þar. Viðbragðstími sé nú þegar nærri tvöfalt lengri en áætlanir gera ráð fyrir vegna umferðarþunga og þröngum stofnbrautum. Íbúum á eftir að fjölga 3000 vestast á höfuðborgarsvæðinu á allra næstu misserum. Íbúar hér á Seltjarnarnesi 5000 talsins sem stendur en þeim kemur til með að fjölga hratt á næstunni. Mikil uppbygging á sér nú stað í Gróttubyggð yst á nesinu þar sem stór fjölbýlishús rísa hratt. Við gerum ráð fyrir svona 600 íbúum sem að flytja hérna í vestast á nesið í hverfi sem að rísa þar og það bara byrjað að flytja nú í fyrstu áfanga, það búið afhenda núna fyrstu 2 blokkirnar. Þessu til viðbótar séu Jóðellhúsið og nýbyggingin þar á móti að fyllast af fólki. Fjölmennar blokkir hafa einnig risið fyrir aftan loftkastalan á Granda í nýrri byggð og eftir 4 ár stendur svo til að byggja fjölbýlishús á bensínstöðvarlóð á Norðurströnd á Seltjarnarnesi. Samtals mun íbúum á þessum reitum fjölga nærri 3000 á næstu misserum, en það eru jafnmargir og búa í Hveragerði. Allt þetta heftir nú þegar stíflaða hringbraut til að mynda, þannig að við höfum ágjörð því. Ef ég riði að fá bara grafa jarðgöng undir hjá Jóðellhúsinu og koma upp hjá fyrir aftan háskólasvæðið. Alvarlegast sé að viðbragðstími neyðarbíla hafi nú þegar lengst úr góðu hófi vegna umferðþungans, því umferð til og frá fari 2 þröngar stofnbrautir. Annar flöskuhálsinn hér við vestasta enda hringbrautar. Stofnbrautin þröng hér og lítið sem ekkert svigrúm til að breikka hana á hvort veginn sem Og hinn flöskuhálsinn hér á Mýrargötu, þar sem sama vandamál upp á teningnum. Lítið sem ekkert svigrúm til að breikka akreinar. Brunavarnaáætlun gerir ráð fyrir að viðbragð sé innan 7,5 til 8 mínútna hingað til okkar og það ekki þannig, það ekki raunin í dag.
Hvernig það? Já, það sé ekki nær 12 mínútum í dag. Koma þurfi upp bækistöð fyrir sjúkrabíla og brunabíla á Seltjarnarnesi sem gætu sinnt útköllum í allri Vesturborginni ásamt nesinu. Heldur að fara austan frá Skógarhlíð og við erum að fulla núna að leita heppilegu húsnæði fyrir útkallseiningu og ég vona bara að það geti gerst bara fljótlega núna upp á áramótum að við finnum eitthvað slíkt og máli fara í gang. Við erum ekki að tala þá svona bara fyrir íbúa Seltjarnarnes, heldur líka fyrir 25.000 vesturbæinga til að mynda sem í jafnmiklum vandræðum og við. Héraðssaksóknari í Japan heimsótti mann sem var saklaust dæmdur til dauða og baðst fyrirgefningar fyrir hönd embættisins. Maðurinn sat inni áratugum saman fyrir morð sem hann framdi ekki. Iwao Hakamata var haldið í fangelsi í Japan í 46 ár. Honum var gefið að sök að hafa árið 1968 myrt 4, yfirmann sinn og fjölskyldu hans og hlaut dauðadóm. Honum var sleppt úr fangelsi fyrir 10 árum þegar endurupptaka var samþykkt. Hann var sýknaður í haust og fekk heimsókn frá héraðssaksóknara í vikunni. この事件の犯人が袴田さんであるというようなことはもう申し上げるつもりはございませんし、犯人視することもないということも直接お伝えしたいと思います。改めまして大変申し訳ございませんでした。 Við endurupptöku málsins var það niðurstaða dómara að lögregla hefði á sínum tíma átt við helstu sönnunargögn málsins, blóðugar flíkur. Í síðasta mánuði kom lögreglustjóri Shizuoka héraðs til fjölskyldunar í sömu erindagjörðum og héraðssaksóknari og sagði lögreglu draga mikinn lærdóm af málinu. Hakamata sem 88 ára sá fangi sem lengst allra í heimi hefur beðið örlaga sinna á dauðadeild. 岩尾も私もね、これも運命だと思ってるから、警察に苦情なんかも申し上げるつもりはないと申し上げました。 Japan eitt fárra lýðræðisríkja þar sem dauðadómar eru enn við lýði. Bandaríkjamenn eru margir á faraldsvæti þessa vikuna því þakkargjörðarhátíðin haldin þar í landi í dag. Bílaumferð á hraðbrautum landsins þéttist jafnt og þétt og mikið fjölmenni á flugvöllum víða. Mörg leggja land undir fót til að hitta stórfjölskylduna yfir hátíðarnar en sálfræðingar merkja aukinn kvíða hjá mörgum fyrir fjölskyldufundunum. Skiptar skoðanir á nýafstöðnum forsetakosningum þar í landi meðal þess sem mörgum reynist erfitt að ræða við sína nánustu. We're seeing a lot of people come to us talking about pre-Thanksgiving angst. Absolutely. Because unfortunately this election has been very divisive in families, especially in between generations. So families are coping with that disagreement by either having rules, which is we're not going to talk about politics at the table because we know that we don't agree and I love you very much, but I don't want to bring this to the surface. Or you have the other polar opposite, where family members are passionate about changing one of the family members, and then this is where it gets very tense. Í Kastljósi kvöldsins eiga skoðanakannanir og Ice Guys sviðið. Fyrst verður rætt við Eva H. Önnudóttur, stjórnmálafræðing, síbreytilegar og ólíkar kannanir í aðdraganda kosningana. Síðan verður farið á tökustað Ice Guys og einnig tekið hús á eldri borgurum sem nota samfélagsmiðilinn TikTok. En við lítum núna til veðurs. Það minnkandi norðlæg átt í kvöld og í nótt og það herðir frost víða mjög kalt í nótt og gæti frost farið undir 20 stig þar sem kaldast verður. Vaxandi norðaustanátt á morgun og fer að snjóa landið austanvert síðdegis, fyrst á suðausturlandi. Dregur talsvert úr frosti og víða snjókoma á austurhelmingi landsins annað kvöld. En það Óli Þór Árnason veðurfræðingur sem fer nánar yfir horfur næstu daga. Að loknum íþróttafréttum sem Almar Ormarsson sér í kvöld. Evrópumót kvenna í handbolta sem framfer í Austurríki, Ungverjalandi og Sviss hófst í dag. Heimakonur í Ungverjalandi tók á móti Tyrklandi. Ísland á meðal þátttöku þjóða og á fyrsta leik á morgun gegn Hollandi. Í íslenska liðinu einn leikmaður á sínu 3. Evrópumóti. Og Víkingar eiga nú leik í sambandsdeildinni í fótbolta gegn FC Noa í Armeníu. Íþróttir hér handan við hornið. Og þetta var yfir helstu atriði fréttatímans. Samkeppniseftirlitið hefur til rannsóknar hugsanlegar samkeppnishindranir í heilbrigðiskerfinu og hvernig staðið var að samningum hugbúnað sem ríkið hefur greitt milljarða fyrir. Enginn hafði látist hér á landi vegna bólusetninga þar til í fyrra þegar 4 andlát voru skráð. Landlæknir segir málið sérstakt og hefur sett af stað óháða rannsókn á skráningunni.
Samfylkingin og Viðreisn eru stærstu flokkarnir í könnunum dagsins þegar 1,5 sólarhringur þar til kosningar hefjast þótt fylgi beggja hafi minnkað. Lokasprettur kosningabaráttunnar hafinn. 1 milljón Úkraínubúa var án húshitunar í dag nú þegar hiti mælist við frostmark víða í landinu. Úkraínuforseti segir loftárás Rússa á orkuinnviði í nótt vera fyrirlitlega. Viðbragðstími sjúkra- og brunabíla vestast á höfuðborgarsvæðinu en 2-falt lengri en æskilegt vegna umferðarþunga. Bæjarstjóri Seltjarnarnesbæjar segir öryggi íbúa ógnað. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og á vefnum okkar ruv.is má meðal annars finna kosningaprófið vinsæla. Við á fréttastofunni hins vegar þökkum ykkur samfylgdina þar sem af þessum degi. Verið þið sæl.